Í miðju námi missirðu foreldra þína. Já, það var svona komið undir, átti 1,5 ár eftir, þá gerist það hörmulega að þau deyja bæði í bílslysi í lok nóvember 87 og ég er þá að undirbúa mig undir nokkuð svona stór próf og þau reka náttúrulega kúabú og ég er elstur, þannig að ég fer bara heim eðlilega og tek við búinu og reyna að vera höfuð fjölskyldunar. Mjög stór og öflug fjölskylda hjálpaði okkur í gegnum þetta og vinahópur, gríðarlegt áfall, auðvitað, sekkaði. Já, en þetta í slyddu, bílforeldra þína hafna framan á stórum vörubíl og þau látast samstundis, þú ert úti, bróðir þinn færði þig fregnirnar í gegnum síma. Þetta hlýtur að hafa verið hrikalegt högg. Já, það var það. Og hann har stundum sagt að tíminn læknir öll sár. Ég held að allir þeir sem hafa mist, og þú þekkir það auðvitað, að það er auðvitað ekki alveg satt. Það er ekki rétt. En þetta lagast. En eðlilega horfum maður með væntum þykju og söknuði til þeirra fortíðar. Þú átt ennþá erfitt með að tala þetta. Já. Það er ósköp eðlilegt. Já, mér finnst það og mér finnst það bara allt í lagi. Finnst þér hróðný mamma þín og pabbi þinn Jóhann vera einhvers staðar ennþá í námunda við þig? Það er nokkuð langt liðið. Já, það líður ekki. Nú keyri ég náttúrulega mjög oft yfir Hellisheiði, vissulega búið að færa veginn sem þetta var, en og eins bara heima í sveitinni. Já, mér verður oft hugsað til þeirra. Og þetta og gleði stundum í fjölskyldunni, þá saknar maður þess að þau séu ekki þarna og eins með börn. Og tala nú ekki nú barnabörnin sem er að fara að koma. Eignast eitt í gær. Og enn eitt í gær, til hamingju með það. Og að það er þetta kraftaverk lífsins að þá saknar maður þess auðvitað að þau fá ekki að njóta svona fólks. En 25 ára, þá telur maður sig vera orðinn fullorðinn mann á þröskuldi lífsins, allt framundan, svona áfall ríður yfir. Breytti þér þetta einhvern veginn? Heldur þú að það hafi orðið jarðfastari, jarðbundnari fyrir vikið? Ég fór náttúrulega, ég held að allir geri, endurmeta svolítið gildi lífsins. Og svona atburður breytir manni varanlega. Ég veit ekki hvort ég var jarðbundnari eða tilfinninganæmari eða eitthvað slíkt. Ég held ekki. Ég held hins vegar að maður fór að meta góðu stundurnar meir heldur en það að vera í einhverju stundarati sem skiptir engu máli í stóra lífsins hlaupi.